Sælt verið fólkið og velkomin með mér í Klettur. Að þessu sinni ætlum við að hefja leikinn í sláturhúsinu hérna á Egilsstöðum. Jú, ég veit það er ekki komin einn sláturtíð, en þetta gamla sláturhús sem að kaupfélagið rak á sínum tíma er núna menningarmiðstöð héraðsbúa og hér er alltaf eitthvað að vera. Og það er meira að segja nýbúið að skipta sláturhússtjóra. Og já, það var nýlega búið að opna hér málverkasýning og ég ætla að taka hús á nýja sláturhússtjóranum og vita hvað hann segir. Sæll og blessaðurinnar. Blessaður sæll, velkomin. Þakka þér fyrir. Og til hamingju með nýja starfi. Jú, þakka þér fyrir það. Hvað þýðir þetta nýr sláturhússtjóri? Er bylting í sláturhúsinu? Nei, ég get nú ekki sagt það. Formlegur starfstitill er forstöðumaður menningarmiðstöðvar Fljótsdalshéraðs og eitt af því sem forstöðumaður MMF sér er hérna sláturhúsið, sem er þessi bygging. En svo er menningarmiðstöðin sjálf með starfsemi allt Fljótsdalshérað og svo sinnum við sviðslistum fyrir allt Austurland. Þannig að raun og veru húsið er bara einn af öngunum mörgu sem við dreifum hér okkur. Þetta er svona miðstöð menningarinnar á héraði. Algjörlega. Það er svona tilgangurinn og svona markmiðið okkar. Erst þú sjálfur héraðsmaður? Já, ég er fæddur og uppalinn hér og bjó hér þangað til að ég flutti kringum tvítugt og sótti mér menntun svona hingað og þangað. Og hvaða menntun hefur þið til þess að sinna þessu starfi? Já, ég byrjaði því að læra klassískan söng í tónlistarskóla Kópavogs, fór þaðan til Englands og lærði leiklist og leikstjórn og svo eftir ég flutti heim þá fór ég í Háskólann á Bifröst og lærði þar menningarstjórnun. Þannig ég svona lengt og ljóst hefur ég undirbúið mig fyrir þetta starf alla ævi. Það er alveg Tvímælalaust. Og hvernig er að koma heim? Það er yndislegt. En Unnar, ég er nú augun í að það er nú hér grípi sem að, já, ég veit ekki alveg hvað það er að gera með í menningarmiðstöð eða á listsýningu. Svona ýmis verkfæri greinilega frá Járnsmið sem að, já, muna greinilega tímana tvenna. Hvernig stendur á þessum tækjum hér? Já, þetta er algjörlega hluti af menningu héraðsbúa, því að þessi maður sem átti þessi verkfæri, Steinþór Eiríksson, bjó hér og starfaði sem vélsmiður og listmálari. Og þetta eru bæði vélar sem hann átti og notaði og sem vélar sem hann hreinlega smíðaði sjálfur. Ég veit að oft á tíðum þegar mikil á við þá var Steinþór alltaf tilbúinn til þess að hjálpa héraðsmönnum að gera við verkfærin, gera við vélarnar og smíðaði, ég man í harðinda árum sleða og jú, það er hérna sýnishorna sleða á barminum. Hér er einn af þessum sleðum sem hann smíðaði til að bjarga bændum í það var mjög snjóþungur vetur og erfitt að koma fóðri og vistum til bænda og Steinþór reddaði því með því að skella í eina 6 svona sleða. Og þeir voru dregnir síðan að jarðítum með fóðurblöndu og hey til bænda. Já. Eigum við að ganga inn í húsið? Endilega, gjörðu svo vel, gangi. Já, Unnar, þá erum við komnir hérna inn í sal sem er svolítið sérstakur, svolítið sjarmerandi, svona hrár og það er svona að finna hérna kjöllíktin ennþá. Já, það er allavega einhver líkt í loftinu. Þetta er svona hjarta sláturhússins. Þetta er gamli frystiklefinn. Og hérna, þetta er svona aðalsalurinn okkar. Hérna erum við bæði með tónleika og leikhús og svo erum við líka oft með kvikmyndasýningar. Er eitthvað framöndan núna á næstunni? Já, í þessum sal, já, það er náttúrulega orðsheitið hérna í ágúst og svo verða hérna heimildamyndasýningar í haust frá hérna 2 borgfiskum kvikmyndagerðarmönnum. Og svo er ég að fara að opna hérna í Anderinu núna bara í júlí. Það er farandsýning Kvenréttindafélag Íslands sem heitir Veggir úr sögu kvenna. Hún er að koma til okkar frá Húsavík og það er svona veggspjöld með svona ágripum úr sögu kvenréttindabaráttunnar á Íslandi. Við höfum ekki ríka hefð hérna á Íslandi að sé verið að endurnýta eldri hús og hvað þá í svona menningarstarfsemi. Þannig að það tók svolítið tíma fyrir fólk sem voru búin að vinna hérna, þegar þetta var sláturhús, að taka húsið allt inn í sátt sem menningarhús. Undir heitinu sláturhús. Undir heitinu sláturhús, því nafninu var ekki breytt, sem ég veist mikilvægt að halda í söguna. Þetta er nú ungur bær og við eigum ekki langa sögu, en þess vegna að gera halda í þá sögu sem við eigum. Nú, sá hérna líka inni á bakvið herbyrgið þar standaði þá vélar, væntanlega frystivélar og fá þar að vera áfram.
þær fá að vera áfram, enda eru þær bara hluti af sögu hússins. Og mér finnst það mitt frábært að það verður ekki farið í það þegar húsið var tekið yfir, eða tekið yfir húsið, að fleygja öllu og skrapa allt af veggjónum og búa til einhvern ferkantaðan kassa með fínpússaða veggi. Það er nóg af þeim húsum og þau eru falleg fyrir það sem þau standa, en við erum bara með annað hér. Sagan fær að lifa í húsinu. Sagan fær að lifa, annað væri þannig. Já, við ganga aðeins víðarum. Endilega. Hérna þetta nú ekki allt í sama stíl. Leðursófi og svo stóll líklega frá miðri síðustöld. Já, þetta er svona samtíningur. Þetta er svolítið svona karakterhússins. Við erum ekki að reyna að vera of einsleit og við erum ekki að reyna að vera eitthvað annað heldur en við erum. Þetta er sérstætt það svæði sem að unglingarnir hafa svona til þess að stytta sér stundirnar. Já, hérna er til húsa Vegahúsið sem er ungmennahús fyrir 18 til 25 ára hópinn okkar, og hér verður í vetur lögð meira áhersla á námskeið og klúbbastarf, meira heldur en hefur verið hingað til. En krakkarnir hafa hérna margvíslega möguleika. Þau geta til dæmis, ég sé að hér er upptökustúdíó og þau geta svolítið svona, hvað ég var að segja, prófað sig áfram í tækni við upptökur og annað slíkt. Já, hér er nefnilega frábær aðstæða. Hér er aðstæða til að senda út útvarpsþætti. Hér er aðstæða til að æfa fyrir hljómsveitir og eins að taka upp, og það hefur verið teknir upp hérna geisladiskar og hljómsveitir hafa verið að taka upp bæði demo og efni til útgáfu. Og hér er þetta að vinna kvikmyndir, stuttmyndir, hér er líka saumavélar, þannig að það er sko, ef þú ert með hugmyndina þá er þetta framkvæmana hér. En ef að labba upp, þar er nú hvað svona mesta rýmið? Já, endilega. Það er gallerísalurinn okkar. Hér eru málningatrönur. Já. Það er ekkert málverk á þeim? Það er ekkert málverk á þeim núna, hefur ekki verið lengi. Þetta átti hann Steinþór Eiríksson, þessar málningatrönur, og hann smíðaði þær líka sjálfur. Og þessi salir núna eru sem sagt helgaðir sýningu í aldarminningu Steinþórs. Já, hér eru málverk eftir Steinþór. Þetta eru aðallega Dyrfjöllin og Snæfjallið. Til svona því að hann náttúrulega málaði fjöldan allan af málverkum. Og það var ákveðið fyrir þessa sýningu að hafa þemað þessi 2 fjöll. Og þá náttúrulega er svolítið skemmtilegt við þau, við Dyrfjöllin, að við héraðsbúar eigum náttúrulega okkar uppáhaldslið, en svo eiga frændur okkar niður á Borgarfirði aðra hlið. Já, hvor er framhliðin? Já, það er nú það. Ég ætla ekki að blanda mér í það umröð. Nei, þú ætlar ekki að það. Ég tek hérna eftir einni mynd af Herðurbreið sem að skessi svolítið úr. Svolítið, ljúf og falleg mynd, sýnst þetta að vera vatnslitamynd en hinar flestar málaðar í olíu. Jú, það er rétt. Þessi mynd er á sýningunni vegna þess að þetta er síðasta myndin sem Steinþór málaði. Og það var þannig að félagar hans fóru til hans upp á sjúkrahús og færðu honum liti, pensla og báðu honum að skella í eina mynd að lokum. Og hann málaði þessa gullfallegu mynd af Herðubreiðinni. Ég veit að það er hægt að segja margar sögur af þessum listamanni og sennilega fjöllum við nánar Steinþór í Glettum síðsumars þegar hann á aldarafmælið. En við kannski förum hérna yfir í hinsalinn. Já, gerum það. Þannig gengum við gegnum hlið sem Steinþór smíðaði. Þetta eru gripir, hann smíðaði mörg svona hlið fyrir Egilsstaðabúa. Já, það er mjög gaman að labba gamla bæinn og skoða hliðin sem hann á. Þar. Og Steinþór var einn af frumbyggjónum hér á Egilsstöðum. Það er kannski svolítið sérstök saga að Egilsstaðir sem kaupt hún, þetta er ekki nema rétt, ríflega 60 ára gamalt. Já, þetta er mjög ungur bær og Steinþór var einn af fyrstum til að flytja inn í hús sem hann byggði hér á Egilsstöðum. Byggði það hérna á Hjarðarhlíð. Og þetta var svona, eins og allt annað sem Steinþór gerði, þá svaf hann í tjaldi á lóðinni og hrærði steypuna í hjólburum og byggði sitt hús. Sjálfur. Hérna líka eiginlega í kringum þennan aðal sýningarsal, það eru svona vinnustofur fyrir listamenn. Já, Sláturhúsið, þessi bygging hefur að geyma fyrir utan menningarmiðstöðina og Vegahúsið. Þá eru vinnustofur listamanna sem menningarmiðstöðin leigir út.
og svo erum við líka með listamannaíbúð niðri. Já. Sem listamenn að dvelja í bæði lengri og styttri tíma. Þannig að það gróska í menningarlífi á Héraði? Já, tvímælalaust. Og maður finnur svona að það einhver smá svona undiralda í gangi. Það að flytja heim núna ungt menntað fólk í listum. Hvort sem það þá kennaramenntað eða starfandi listamenn. Og að því að það nú bara þannig að fólk vill koma aftur heim. Og það núna að skapast einhver grundvöllur fyrir fólk með háskólamenntun, hvort sem það þá í starfið sem ég að sinna, sem svo menningarstjórnun, eða öðrum stöðum sem tengdum listum. Það að skapast einhver grundvöllur fyrir fólk að koma aftur heim. Það svona gróska sem að gera það mögulegt, til dæmis fyrir þig að koma heim aftur. Það hefur verið mikið svirði fyrir þig að geta komið á heimastöðar. Það það, algjörlega. Og mér finnst það líka mikilvægt fyrir aðra sem hafa áhuga á leiklist eða öðrum listum að það þurfi ekki endilega því að þú þurfur að flytja burt þó svo þú lærir listir. Að þú getur búið í þínum heimabæ þó þú sért starfandi listamann. Og það finnst mér mjög mikilvægt. Ekki Steinþór besta sönnun þess að sköpun getur átt sér stað hvar sem Bara greinilega. Það þarf ekki annað en að labba hérna herbergi til að sannfærast það. Þannig að ég óska þér aftur til hamingju með starfið og segi bara gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Ríðum sveinar senn sama þjóð og menn fólk í flokkum enn. Brosir móti blíð blessuð fjallahlíð, svo mæt sem mærin þýr. Yfir allar ból, allar dal og hól, sest sól, sæli tindastól. Látum skella hófið hendu hans og járnin fari mót og neistum sitri grjót. Ja, nú ég komin hérna inn undir Iðavelli. Fórum hérna á ball í félagsheimilinu í gamla daga vegna þess að þar voru alltaf fallegustu stelpurnar. En nú á að fara að halda hérna einhvers konar mót held ég og ég sá að það verið að flagga hér með félagsfána Freyfaxa. Hvað að vera? Hérna helgina verður haldið svo kallað fjórðungsmót hestamanna, fjórðungsmót Austurlands og þetta stórt hestamannamót þar sem hestamenn allstaðar af Norður- og Austurlandi koma saman og etja saman gæðingum sínum og reyna að hafa hvern annan. Hestamenn af Norður- og Austurlandi taka þátt og þetta teygðu okkur aðeins inn á Suðurlandi, fórum alla leiðina Vík í Mýrdal og í gæðingarhlutakeppninnar, sem A- og B-flokk, barna-, unglinga- og ungmennaflokki, hafa hestamannafélög á þessu svæði þátttöku rétt. Og þá Norðlendingar að vera með? Norðlendingar fá að vera með. Við leyfum þeim að vera með, bara til þess að sýna hvað við getum sko. En það nokkuð vegna þess að þið Austfirðingar eigi ekki nógu góða hesta? Nei, við viljum bara bera okkur saman við aðra sko. Við sjá hvernig við komum út í samanburði sko. Það nú bara málið og það auðvitað ekki fullt af góðum hestum frá Eyjafirði og eins alveg Sunnuvík og það alltaf gaman þegar það mikið af góðum hestum. Ef að kíkja þess innar á svæðið hérna bara við innganginn. Kíkjum inn, skoðum þetta. Við förum bara feti og ferðalokum við náum samt. Við förum bara feti og ferðalokum við náum samt. Já, það hérna á bökkum Grímsár sem að Freyfax búinn að koma sér upp myndalegu og stórkostlega fallegu mótsvæði. Hér gróður allt í kring, gefur skjól. Við sjáum hérna í kirkjuna í Vallanesi og svo liggur allt hérna hér að fótum okkar og hérna eru gæðingar, knaparnir eru svona aðeins að hitta þá upp og prófa þá. En í detturinn í hug þegar ég sé þá sem að standa að mótinu og allt hvílir nú mest á. Jón, komið frá Akureyri, hvað kemur til? Já, mér var bara svo gaman að vera hérna. Þeir hringdi í mig og ég hafði tíma þannig að þetta var bara æðislegt. Mér er ekki búin að vera hérna svona meira og minni í mánuð og það hefur bara hver einasti dag verið skemmtilegur. Þú er búin að átta þig á hvað héraðsmenn geta verið skemmtilegir? Ja, þeir eru þrælskemmtilegir. Og hardduglegir, svo finnst mér svo fallegt hérna, gaman að vera hérna maður. Þetta frá náttúrunnar hendi, þetta svæði ótrúlegt. Við erum hérna með þessa brekku, þessa braut, alveg endalaust að bakka hér út allt og hérna rétt fyrir aftan okkur eru tjaldsvæði sem eru innilokuð að trjám í fullu skjóli, þannig að það er svo auðvelt að halda mót hérna. Það er allt einhvern veginn við hendina. Hvað segir formaðurinn? Ertu sammála því sem að framkvæmdastjórinn segir? Já, hann lofar svæðinu ekki alveg nóg finnst mér. Jó, þetta alveg fyllilega rétt hjá honum. Ég nú bara nýkomin á svæðið sjálfur, það er ekki rétt að vera 2 ár síðan ég flutti á svæðið sjálfur.
og mér finnst þetta alveg ofboðslega gott svæði. Völlurinn líka orðinn mjög góður, það eru menn búin að leggja mikla vinnu í hann. En hvernig stendur á að Austfirðingar að sækja framkvæmdastjóra fyrir mótið alla leið til Akureyrar? Glöggt og gest saugað, það er nú bara þannig. En ég tala nú í frosum eins og Jón er búin að skamma mig fyrir. En við vissum að Jón var laus og Jón hefur stýrt mörgum stórum verkefnum og er flinkur í svona verkefnastjórnun og hann er náttúrulega vel tengdur inn í heim hestamennskunnar á Íslandi. Þannig að hann að ringja í alla hestamenn á Íslandi til að reyna að fá þá á mótið og safna hrossum á mótið og það hefur gengið mjög vel hjá honum að fá fólk á mótið og hjálpa okkur við þetta. Og hann á auðvelt með að koma sér inn í það sem er í gangi hérna og auðvelt með að kynnast fólki og það er bara svo ofsalega mikilvægt. Hvernig gengur að, nú veit ég að þetta er að stórum hluta gert í sjálfboðalega vinnu, hvernig gengur að fá menn til þess að taka til hendin og fá ekki til? Það hefur gengið ágætlega. Það hafa verið nokkuð margir félagar sem hafa tekið góðan og mikinn þátt í því og það er fullt af fólki sem á heiður skilin fyrir hvað það hefur lagt mikla vinna á sig. Fjölskyldu fólk sem skilur börnin eftir heima og kemur hérna upp eftir vinnu dag eftir dag og sér á alla konun og börnin nema bara er rétt á mótnana áður en þeir fara í vinnu og svo mætir fólk eftir vinnu og kemur að hjálpa til aftur. Þannig það hefur gengið mjög vel. Við dettur í hugum miðað við gamla daga þá var nú ekkert óalgengt að sjá menn svolítið skakka á hestum, ekki síst í kringum hestamannamót. Nú sér maður varla fullan hestamann, þetta allt saman orðnir bindindismenn? Ég vil kannski ekki segja það, en við erum kannski að horfa upp á breytta tíma í þessu, sko. Menn skemmta sér á kvöldin og ríða út á daginn. Það er svona orðin kultúrin í þessu, já. Heldur að sé enn hægt að fá land á héraði ef maður leita vel? Það er vel hægt. Ég held ekkert það, það er vel hægt. Jón, áttu von á menningarlegu hestamannamóti? Já, þetta er bara þessi íslenska hestamenning. Náttúra, fallegur hestur og skemmtilegt fólk. Fólk horfir á flotta hesti við daginn og syngur á kvöldin og fer að sofa alsælt eftir yndislegan dag á íslenskri náttúru. Þetta er akkurat það sem við viljum að hestamennska snúist um. Við líka fá fjölskyldunar á fólkið og gera þetta á þessum grundvöllum sem við höfum lagt upp úr með þetta móthalda. Þetta sé gaman. Gaman að vera hestamaður, sé gaman að horfa á hesta, sé gaman að hitta hestamenn og gaman að vera saman. Það er eiginlega það sem við erum að reyna að standa fyrir hér. Sýnist þér að hrossaræktin hér fyrir austans í sókn? Já, þeir eru vel ríðandi hérna. Og það er fullt af góðum hestum hérna. Ég hef nú því miður ekki haft nógan tíma til að skoða þetta nú. Það er bara að vinna allan sólarhringinn. En hérna þeir eru vel ríðandi hérna. Hafa lengi ræktað góð hross hér á þessu svæði. Það er náttúrulega markmið hjá mörgum, rækta stór og hágeng, rist hross. En svo eru bara áhugamálin í hestamennskunni eru svo mismunandi. Sumir vilja bara ríða út á alþægum töldurum og aðri vilja gott smalarhross sem fer helst bara á mjúku brokki og einhvers konar töldi og svo eru þeir sem vilja keppa, sem vilja vera á stórum, ristum, hágengum hrossum. Jón, við svona hátt í 2 metra menn fullvaxnir. Við þurfum nú að hafa dálítið hágeng hross og ríða ekki undan okkur. Já, þetta hefur nú alltaf verið vandamál hjá mér að finna nógu að hafa hesta handa mér. En þeir eru núna komnir, þetta eru hestar sem að, ég man nú ekki alveg töluna, þeir eru búin að hækka á alveg 30-40 árum, upp til 10 cm held ég meðalhæf íslenska hestsins, ég held ég sé ekki að fara með rangt mál í því. Og hérna svo sem ekki allir sátti við að ég er alsæll. En þið eruð samtakað í því að lofa hér skemmtilegu mót? Það hefur alltaf verið stefnan, skemmtilegasta mót ársins. Já, það verður það. Og hér verður þá sungið djöfullega drengir gott? Alltaf í það, já, það verður sungið. Við kunnum það ennþá þá við drekkum ekki, sko. Þá kunnum við alla þessa texta, sko. Þá segir bara góða skemmtur. Takk fyrir og sömuleiðis. Og það skal verða kaffi okkar kofa og kræsingum á borðum þér ég lofa. Við förum bara fetti, við ferðalokum, við náum samt. Við ferðalokum, við náum samt. Við ferðalokum, við náum samt. Og á þessum árstíma þá rekur hver sumarhátíðin aðra vítt og breitt landið. Það fyrir því vel á því að enda gletturnar í dag hérna í Vopnafirði en í kvöld hefst hér sumarhátíð Vopnfirðinga sem þeir kalla hreinlega Vopnaskak. Nú þetta byrjar með hægirðingakvöldi og það verður eflaust glatt á hjalla í íþróttahúsinu í Vopnafirði í kvöld. Nú síðan helgina rekur hver viðburðurinn annan og að þessu tilefni er búið að skreyta bæinn hátt og lágt.
Já, það búið að gera það. Þetta svona, við erum að prófa þetta koncept sko, að fólk skreiti en við bara, já. Og svona keppni sko milli hverfa, þannig að við erum aðtökast. Þá hvert hverfið með sinn lit? Já, við erum að hafa einherjarlitina sko, það sem sagt, einherjarlitinir eru appelsínu, gulur og blár en við höfum græna litið með sko, því hann var í búningum á svona smá hluta hjartavofyrðinga, græni liturinn. Nú, það hægriðingakvöld í kvöld, það verður glatt á Hjalla? Já, það verður það. Það hægriðingakvöld í kvöld og það verður í Íþróttahúsinu og búist mjög mörgum. Þau hafa verið fastur liður á vopnaskaki undanfarin ár? Já, þetta var nú þegar vopnaskak byrjaði eða svona frá 1990 og fram til kannski, ég held að verið 2003-2004, þá voru hægriðingakvöldin með miklu, eða svona með alltaf reglulegu millibili, oft annað hvert ár. Og það var nú Sigríður Dóra Sverrisdóttir sem átti mikinn heiður af því að þetta var haldið sko og er svona forsprakkin af þessu með íslenskuna og vopni og núna erum við raunin að byrja þetta aftur sko og vonandi er þetta bara eitthvað sem helst. Já, og einmitt gamla upptöku frá hægriðingakvöldi fyrir, já, ég man ekki hvað mörgum árum, ef við ekki sá smá brot það? Jó, við slumum gera það. Björn á hendur báðar stingur, brúna, hvass og skeggjaður. Þetta er ekta austfirðingur, alvarlega geggjaður. Jæja, Björn. Já, að því að vopnfirðingar þekkja Kristján hrósar sjaldan sér og segist latur vera. Á kontór sínum oftast er ekki neitt að gera. Já, ég vil taka það fram að ég kom nú ekki inn í þessa dagskrá fyrir en kaffileyti í gær og ætlaði nú að leggja mig duglega fram við það að afkasta einhverju og fór út á pallinn fyrir framan dyrnar á húsinu mínu. En því miður á Sigga-Dóra heima 2 lóðum innar í götunni og hún var búin að láta mig hafa ágætis efni til að yrkjum en vegna þess að það virtist vera, mér heyrðist ýmist vera að koma flugvél eða fara bátur sem reyndist svo vera það að Sigga-Dóra vera að tala við einhvern þarna úti fyrir húsdyrunum að þá gat ég ekki með nokkrum móti ort þessi efni og þá var það þessi vísa til anda giftar á við skort efni frábært lítið gagnar kannski get ég eitthvað ort ef að Sigga-Dóra þagnar. En það hefur að vísu hvorugt gerst enn. Þessi ofvirka Sigga-söður, þú skalt passa það á henni. En ég þarf nú sást ekki að passa með henni með hvað er búið að segja hérna. En ég held að sé gott að senda þeim tónin henni og Ómari saman. Léttlind við listina dygga, látlaust á yði það par, Ómar og ofvirka Sigga með njálg gettu hvar. Þetta eru eins konar athafnafræðingar af áhuga, gleði og metnaði, syngja við jarðar, farir og fæðingar, fermingar, skírnir og getnaði. Fáum við bæði í fögnuð og sorg, á fallega sönginn að hlýða. Þeir syngja í koti, þeir syngja í borg, þeir syngja á meðan þeir bursta tennurnar. Biskup flytur boðskap sinn og brýnir menn til dáða. Alltaf fær þó andskotinn einhverju að ráða. Nú, það blandaðist nú inn í þetta kirkjuþing málefni samkynhneigðra og
og biskup ræddi það. Samkyn hneigðum sáttla bað, samt eru prestar þverir, en biskupinn fer öfugt að öllu sem hann gerir. Og aðeins meira í framhaldi af þessu með homana. Þó sé breyskum boðuð trú og betur mannað skipið, sumum held ég sýnist nú seint í rassinn gripið. En í framhaldi af þessu, það rekur hver viðburðurinn annar í alveg fram á sunnudag? Já, það er til þess að morgun tónleika mannakort. Svo kem ég aftur löngu síðan til að líta gamla staðinn minn og finna ég enn í eðli mínu, sami gamli þorpsbarinn, Og svo ætlum við að vera með á Laugardalnum, ætlum við að vera með Hofsball, það er svona ball sem er svona sem var alltaf hérna í gamla daga, svona alvöru sveitaball sem var, við ætlum að prófa, það verður á Laugardaginn og... Hvað stendur á bakvið það alvöru Hofsball? Já, það er kannski þetta sko, að þetta sé svona sveitaball og 16 ára inn og þetta sé upp á Hofi, náttúrulega, það eru margir sem hafa mikla minningar þannig að og við bara vonum eftir bullandi stemningu sko. Og svo er Burstafellsdagurinn ekki hluti af dagskránni? Já, Burstafellsdagur hefur oftast verið sko þegar safnandagurinn safnandagur Íslands, en núna er bara Burstafellsdagur er bara núna þegar vopnaskaki er svona að reyna að hafa svona sem flest helgina. Og þar verður líf og svona, starfsemi í bænum líkt og var í den. Já, það verður bara allt sýnt bara. Ef þú mætir þá ertu bara eins og sérst þarna árið 1930 eitthvað. Svo kem ég aftur löngu síðan til að líta gamla staðinn minn og finna ég enn í eðli mínu, sami gamli þorpsbarinn og finna ég enn í eðli mínu, sami gamli þorpsbarinn. Þannig að þú lofar lífi og fjöri á Vopnaskaki? Já, ég gerir það og svo er bara alls konar svona minni viðburðir og markaðir hérna á torginu og það er kjötsúpukvöld og það er bara, ég geti verið allan dag að telja upp svona marga litla hluti.